á fólkið í borginni, nýr þáttur hér á Samstöðinni. Ég heiti Sanna Magdalena Mörstudóttir og í þessum þáttum þá ætlum við að kynnast fjölbreyttri starfsemi og svona ýmsu sem að gerast innan borgarmarkana og í dag ætlum við að fjalla list og menningu og hann kominn til mín, hann Árni. Já, takk fyrir að koma. Takk fyrir að fá mig. Kannski ég bið þig aðeins að kynna þig bara sjálfur. Herru, já, ég heiti Árni Már, ég myndlistarmaður, galleríeigandi og verðandi ævintýra kapítalisti, sko. Og sjóðstjóri, það ekki? Áhugavert. Já. Hvað og þú ert með Gallerí Port? Já, sko, ég og tveir vinir mínir, Skarphéðinn Bergþórsson og Þorvaldur Jónsson, listmálari, við, ég fæ símtal fyrir einhverjum rúmum 10 árum síðan, komin frá Þýskalandi, þar sem ég er búin að vera í 5 ár, styrktur á Evrópusambandinu, búin að vera í svona mikilli stjórnendastöðu eða þannig, þú veist, og búin að senda of mikið af tölvupóstum og skipuleggja, þú veist, viðburði flytja á milli íslenska listamenn til Þýskalands og vice versa og bara, en þú veist, gerðist ógeðslega flott og vorum orðið stórt teymi og bara, þú veist, en þetta var algjört svona ævintýra verkefni, bar sig ekki á neitt hátt en bara allir ógeðslega til í þetta og rosa gaman og þú veist, einhverja viðburði, einhverju dungeonum í Leipzig og eitthvað svona, þú veist, bara hér og þar og eitthvað og einhverju gömlum svona, þú veist, gömlu Kaufhausi eða gamalli, sko, verslunarmiðstöð, þú veist, sem var löngu yfirgefin og eitthvað, þetta var rosa flott og ég meina documentation á þessu til og allt þetta, en það sem að, þú veist, svona, ég segir, sko, að þú veist, ég var svona bara, mér langaði bara að fá mig vinnustofu og vinur minn ringir í mig og ég og Skarphéðinn erum þarna, sko, höngum mikið og svo þægilegt að því að svo gott að geta verið einhverjum prívacy, þú veist, að preppa nýjar hugmyndir, sko, ég átti heima þá í Hlíðunum, það var eitthvað hostel í skóli og hvort það og þetta var svona light version af kekshostel, þú veist, þetta átti að vera jafnfínt en var samt bara næstu jafnfínt, en kosturinn við það að vera að það var, sko, kaffi kostaði ekki neitt, þannig, og það var náttúrulega allir bara ferðamenn, sko, þannig að við gætum verið að, þú veist, fara yfir hugmyndir, góður og slæmar og alls konar og fengu það mikið prívacy og eitthvað, og þá fæ ég þetta símtal það hvort mig langi að gera eitthvað í þessu húsnæði á Laugaveginum, í bakhúsi við tölvuverslunina Makland. Og það væri þar lítill kofi sem að myndi standa þar í svona 3 til 5 mánuði þar til hann verið rifinn og sko í rauninni ástæða þess að einstaklingar hringur í mig var það að við höfðum þann sameiginlega áhuga á sko hlutum sem að voru áður fyrr í Reykjavík og í Munnborginni þetta líf af svona sjálfstæðum listamönnum sem hafði tækifæri að koma sér á framfæri en við getum komið betur inn á það á eftir. En ástæðan fyrir ég segi þetta með þess að 3 til 5 mánuði var það að þú veist við hefðum aldrei gert þetta að við vita að þetta er svona ótrúlega stórt og mikið verkefni sko. Skarphéðinn þarna bara búin að vera í bókmenntum, bara búin að skrifa og gefa út og þannig sko en Þorvaldur Jónsson hafði tilheyrt þessu festivalverkefni með mér sem að byrjaði í Hjartagarðinum og fer síðan að færast á milli Leipzig, Berlín og endar í Amsterdam og verður að þvílíkri veislu og þannig að hann við þrír mætum hann inn. Og þetta átti bara að vera eitt stórt og langt partí sko. Þetta átti bara að standa í 3 til 5 mánuði. Þú veist, við hendum upp alveg hauga sýningum og svo ætlum við bara að stimpla okkur út, bara heim og leggja okkur sko. Bara nema hvað að það sem í rauninni gerist það að þetta verður allir rifið. 6 ára seinna eða 5 ára seinna eða hvað það þá þetta bara ekki ennþá búið að vera rifið og þarna erum við að fá, þú veist, ótrúlega mikið af verðlaunum, við erum að fá sko ótrúlega mikið stuðning frá ógeðslega flottum ungum listamönnum, þú veist sem í dag eru bara sumir hverjir bara mjög stabiliseraðir, þú veist komnir á einhverja mála erlendis og hjá galleríum þar og þú veist og bara og líka bara, þú veist, risastór pottur af vináttu tengslum og þú veist, bara alls konar misgáðlegum hugmyndum sem átti sér stað inn í þessu gallerí, sko. Og það eiginlega verður til þess að sko, jú, þú veist, við flytjum í sem sagt stærra rými og endum síðan á Kirkjusandi, förum þangað fyrir rúmum 2 árum síðan og svo það nýtilkomið að við erum að kveðja sko. Þannig að starfið mínu sem einhvers konar stjórnandi á þessu listamenn að rekna gallerí eða fyrirbæri eða hvað maður að kalla þetta því að ljúka í bili sinn
og ég kom aftur í þessu stöðu að vilja sko bara vilja bara vera á vinnustofunni eða sinna í rauninni minni eigin myndli sko og það engum hollt að skila of mörgum ársreikningum sko. Þú átt ekki að svara svona mörgum tölvupóstum og þú átt ekki að þurfa að sitja svona marga fundi sko. Það svona mín sýn á þetta sko. Ég kýs að vinna við það sem skemmtilegt sko og svo heppinn að gera það og ég veit að vissulega þarf það að gera alls konar bull til þess að láta það gera sko. En þetta var svona einhvern veginn bara orðið og svo líka þegar í rauninni svona þriðja verkefni sem ég að gera líka og það sem sagt fyrir svona kannski 1,5 ári síðan eða 2 þá byrja ég að fá svo alveg aftur í 2016 en getur farið svo sem betur við það eftir þá fæ ég þá hugmynd að stofna fjárfestingarsjóð og ég núna bara í fullu svingi að hafa kynnt síðasta sumar og bara frábærar undirtektir og svo núna næsti fasa hefjast sem sagt bara að stofna listamannareikin fjárfestingarsjóð sem að fjárfestir í myndlist sko. Og bara á einhverjum tímapunkti var bara, þurfti bara veg og meta sko, ég á 30 ára dreng og 15 ára stjúpdóttur og svo finnst mér líka alveg gaman að fara í sund, skilur mig, og sánu og hafa gaman að hitta vini og eitthvað. Það bara pláss fyrir ákveðið mikið af hlutum, og það var líka svona stór þáttur fyrir því að Galleríið að ljúka vissilega búið að vera harðnandi markaðar og allt slíkt sko, þannig að voru svona markaðar ástæði þess, en þannig já, það er svona þetta sem ég gerir sko. Það held ég að sumera þetta upp í þetta sko. Svona fjölbreytt líf listamannsins. Já, ég held samt að það sé ekkert allir sem að gera lífsitt svona krefjandi sem listum sko. Þannig ég einhvern veginn trífast á bara kannski hálfgerði æfing til að mennsku og hafa gaman og og ég alveg að fara að flækja lífið meira, bara örugglega í næsta mánuði sko. Ég get ekki alveg tala ná mikið það í bili en já, en það virðist vera eitthvað sem ég þrífst á líka sko, að hafa svona, já, hafa nóg fyrir stafni og hafa gaman sko. En þið eru þarna á Laugaveginum og hvað síðan leiðir til þess að þið farið upp á Kirkjusand? Sko, við byrjum í rauninni bara í þessu bakhúsi. Það var mjög romantískt. Fjallkonan var þarna, þá er ég ekki að tala um kaffhúsi sem var þarna fyrir 10 árum síðan heldur, ég er að tala um bara upp á 19. aldar sko, sem var í rauninni bara bar og og síðan eitthvað meira í rauninni sem væri hægt, skildist mér að hafi verið hægt að vesla sér á efri hæðunum og en síðan í framhaldi kemur bara brjálu saga Kling og Bang þarna og margir listamenn við vinnustofur og ýmis stór nöfn, bæði bara íslensk nöfn sem voru risastór alþjóðlega og fleiri skiljum og það bara búið að vera Hljómalind var þarna til að mynda þegar við opnum þá kom þarna yndislegt par sem í rauninni fær bara leikt rýmið reglulega á kvöldin og bara að halda punktónleika en bara þegar þau höfðu þessar tengingar við Hljómalind og í rauninni ástæðan fyrir förum þaðan við vorum komið síðan með hæðina 2 fyrir ofan þar sem við vorum með vinnustofur og ástæðan fyrir farum okkur á Laugaveg 32 þarna erum við á Laugaveg 23B ástæðan fyrir okkur Laugaveg 32 er bara þetta er bara kofi, þetta var bara eldgamalt það var bara rigning í 3 daga og það var bara komið svona þykla polli í eldhúsið við vorum að mála einhverja tauma sem var að renna niður veggina og eitthvað og það eiginlega ekki hægt þegar maður er mjög verðmætt að myndlist á vegginu bara gengur ekki alveg upp en þarna voru við líka bara svona einhvern veginn einstaklingar almúgan það komum bara götuna menn inn og drukku kaffi með okkur og eitt skipti komið bara á svona mjög súrrealíska sýningu og við sittum á bakvið og svo lítaði svona á okkur og segja okkur það að þeir séu á stórum skömmtum og hugmyndi efnum að þessi frábær sýning alls konar svona þannig að við þurftum vel að bara fara í bara betra rými okkur langaði líka bara að verða kannski aðeins eldri í þessum leik og vera aðeins flottari og fáum að gegja rými og Egill Eðvarðsson hafði hannað þarna frontin á því fyrir mörgum árum síðan þar á þeim bletti sem okkur þótti líka mjög merkilegt var að mér skilst Halldór Laxness sketinn og þetta bara svona önnur saga önnur annað svona item sem tók við en svo var það eiginlega bara það sem drap okkur algjörlega var í rauninni bara ferðamaðurinn ég mér leyfist að tala eins frjálslega hlutina þegar ég fer ekki að reka gallerí og þannig í Reykjavík en bara ég
ég veit alveg alltaf góða sem ferðamaðurinn færir okkur og sérstaklega efnahagslega, þú veist, en þú veist, ég var bara orðinn þreyttur að svara spurningunum hvort ég ætti skinnskó, hvar væri best að sjá norðurljósin, hvað væri mjög traditional íslenskur matur og hvort ég hefði smakað hrútspunga eða þannig, skiljum, því ég var bara svona frábært, svo sagði bara it's awesome, great painting, goodbye og ég bara það er hérna, vinnan er þess ekki þarna erum við báðir orðnir feður, við höfum ekki þú veist að þetta er bara, ég er vinnutíma skiljum ef ég er að sinna þær allan daginn og þú ert að kaupa með myndlist, þá þarf ég ekki að vera að selja hann á kvöldin skiljum, þegar ég er búin að loka, þú veist, þannig að hérna eða svara tölvupóstunum sem ég annars gæti gert og eitthvað slíkt, sko og líka kannski bara því að þú veist, túrismin er að breytast að miklu leyti, þú veist, ég vann samlega námi, vann ég á Heim og Valda, þú veist, og þá er, þú veist, svona, þá er þetta kannski starthólunum að verða vinsælt að heimsækja miðborgina, eða heimsækja Reykjavík, en þá er þetta bara, þú veist, var þetta bara lið sem var bara, þú veist, var eins og við, sko, þau bara enduðu með okkur á djamminu eftir vakt eða komið með okkur einhver matabóð eða, þú veist, fólk sem þekkti mikið neitt, skiljum, en bara svona, var bara sama stemningsfólk og maður sjálfur var á þeim tíma. En þú veist, ég ætla nú ekki samt líka endilega að kenna, þú veist, ferðamannum einvörðungu þetta, þú veist, að líka bara við vorum niður í miðbæ, þú veist, það er mikil kaotík við það að vera á Laugaveginum, skiljum, þú ert að taka á móti rosalega mikið af fólki og ekkert allir þeirra eru áhuga fólk á myndlist og þú veist, þetta virtist svona vera svolítið bundi við karlmenn frekar en konur, en þú veist, við fengum stundum bara hugmynd, fólk sem kom labbandi inn með það fyrir augum að reyna að sýna hjá okkur og það hljómaði oft bara eins og þau hefur bara fengið hugmyndina, þau hefur bara síðan, já, Gallery Port, er það svona sýningasölu? Herðu, hvað með ég haldi sýningu? Og hvað með bara, já, ég ger hana bara svoleiðis, svo komum við bara inn og spurja og maður bara hvað, já, þetta er aldrei að fara að gerast, en ég það samt svo sem að segja snirtilega við að þú sért aldrei að fara að sýna verkið eða neitt eða hverja, þú veist, eða þannig, þannig að það var svona alls konar áreiti sem var þess valdandi og líka bara ég var búin að eiga með draum, þú veist, ég hérna er sem sagt alin upp í Vesturbænum og hef miklar taugar þangað og mér langaði einhvern veginn svona, þú veist, að því að þú veist, það var alveg svona partli í Leipzig, en Leipzig er svona kannski þegar ég bjóð þar, það var svona, þetta var svona risastór Reykjavík að þannig, en það var svona meira eins og í Berlín og það er náttúrulega bara, við erum kannski lítil til að gerist, það verði svona hrein hverfamyndin, að þú þurfir ekki mikið að fara út fyrir þetta eigi hverfi. Þetta er byrjað að gerast og búið að gera svolítið vel í Vesturbænum. Þetta er einhverju leyti að gerast í Laugalæknum líka, þú veist, það er hérna, en aftur held ég, þú veist, við erum ekki nóg stór til að hafa risastóra matvöruverslun í hverju, þú veist, við erum ekki nóg stór til þess að hérna, að fyrirtækin getur leyft sér að bjóða okkur upp á, þú veist, allt það sem við þurfum, á þess að við þurfum að fara út fyrir hverfið okkar. En hérna, þannig að mér var að fara eins og til dæmis þá var búið að vera að gera upp gamla vídeoljónið á Dunhaganum sem að hérna, sem var svona bæði hékkiðar mikið, ofta fá ég eina gamla og eina nýja, skiljum við, svo fá maður í kassan og svo hérna hékk maður á bakvið og hérna var þar að hérna krúta einhverju veggi og hafa gaman og þú veist einhverjum úlingaskandulum og fleira sko og þú veist og í rauninni var þú veist við fórum að skoða ég og kollegi minn þarna erum við bara tveir ég og Skarpíðan Þorvaldur Jónsson þarf að stíga frá eftir smá tíma vegna annarra verkefna en var svo sem aldrei samt langt undan sko þú veist hafði mjög mikinn áhuga á sig og þú veist hann fílar svona bras líka eins og við og alveg yndislegt fyrir okkur að hafa hann í þessu með okkur við varum farin að skoða svona þú veist hvað hverfi við gætum mátað okkur við því það væri næs kannski að prófa að vera einhverju hverfi og hérna ég hafði lengi verið að horfa á Vesturbæinn svo var svona Laugaleikurinn sem kom til greina og hérna og úr því verður að við förum ákveðum að fara á Kirkjusandinn þú veist það var þessar nokkur ástæður og líka bara þú veist ég meina salurinn sem við vorum með á Kirkjusandinum var klikkaður sko þetta var ógeðslega flott það var autt space til að byrja með og við fáum leigusalinn til að teikna upp eftir þú veist reisa upp eins og við eftir okkar hendisemi þú veist og þetta verður bara úrverður bara geggjaður sýningarsalur flott bakrými og hérna og já og kannski líka eitthvað sem vorum að sækjast eftir við fengum svona betri traffík af fólki sko þú veist það hérna ekki það þú veist ég meina það ég elska að hitta fólk frá öðrum löndum og fá kynnast menningunni og allt þetta skiljum og hérna en þarna var þú veist sem komið til ykkur Kirkjusandinn það er bara áhuga fólk kaupendur, listamenn þú veist það er bara fólk sem raunverulega vill sækja það sem er að gerast í Gallery Port sko Já. Svona reykvingar eða innfættir sem eru kannski að fara hérna
skoða listina og gefa sér tíma í að skoða sýningu og spyrja verkin og sem var kannski ekki eins mikið í miðbænum svona með við þróun þess. Maður hugsa Laugaveginn og það hefur oft verið talað þetta sé bara eintóma lundabúði núna og það hafi verið frekar stórt áfall þegar Brynja fór verslunin þannig að þetta svona miðborgin kannski ekki lengur einhvern veginn svo miðborg sem að við þekktum einu sinni. Nei, og þú veist, en það, og ég skil það líka og ég veit að herramarinn í Brynju var held ég að reyna að koma sér einhver annar hendur, þú veist, en hann þurfti bara að fara og snimpla sig út, sko. Það var bara komið tími á hann, bara yndislegu kall sem var standað á vaktina mjög lengi og þú veist, og eðlilega veit maður að hlutir þurfa að breytast og allt slíkt og eitthvað, en þú veist, og það alveg nokkrir staðir þarna, skiljum við, það nokkrar verslanir þarna í miðbænum ennþá sem betur fyrir sem bara ótrúlega flottar, skiljum við, og standa svo sannlega fyrir sínu, sko, en þú veist, annað en það og einhver flott veitingahús eða vinnveitingahús get ég ekki beint nefnt sem næs, sko, þetta bara kjaftaði, sko, eða þú veist, en það svo sem kannski líka á öðrum stöðum í heiminum, skiljum við, bara til að mynda eins og þú veist, eins og til dæmis í Leipzig, þú veist, ég meina þú fórst sjaldnast í miðbæinn, þú veist, það var það var aðal stóra myndlistasafnið var, þú veist, í miðborginni, þú veist, og það var mjög næs eitthvað veitingahús, skiljum við, þannig skiljum við, og það var svona bar í svona útjaðri miðbærin sem ég hékk mikið á, eða svona bar/ svona veitingastæður, sko, og en þú veist, það sem skortir samt sem var þar í boði var, þú veist, að eins og til að mynda, þú veist, það var bara gömul bómullarverksmiðja sem hafi verið tekin og var bara í dag, eða þú veist, þegar ég bjóð þarna fyrir tæpum 15 ára síðan eða eitthvað, það var þetta bara svona establiseraðar vinnustofur, þú veist, það var risastór myndlistafur í verslunina, það voru sýningasalir þarna, þú veist, og svo var einhver sjoppa þarna, einhver kaffihús eða eitthvað slíkt eða þú veist, hvað var manni ekki nákvæmlega, skiljum við, þú veist, það svona og það rétt hjá, þú veist, þetta var í vesturhluta borgarinnar, þú veist, þetta Spinneræ og og svo man ég ekki nákvæmlega hvað hitt en það var svona litli ljóti frendin, skiljum við, sem var alltaf aðeins rárra, skiljum við, aðeins nýrra, aðeins yngra fólk að taka við því, þú veist, mikið aksjón og spenna, skiljum við höfum þetta hvergi, sko, þú veist, það var gerð tilraun með Grandan og vissulega alveg einhverjir næs hlutir á Grandan líka. En þú veist, þú veist, ég veit allan ekki til þess að það sé einhverjar staðir þar sem gott að, þar sem eitthvað gott hverfi að þú veist, fyrir listamenn til þess að starta sér upp, sko, gera hluti. Vinnustofur þá fyrir listamenn til þess að geta, vera að einbeita sér bara verkstæði, eða þú veist, bara það sem þeir framleiða sína list eða búa til sína list, sko. Hvað spyr svo sem ekki veit þegar það verið að setja upp sýningu? Þetta væntanlega eitthvað meira en að bara hengja upp list og auglýsa á Facebook. Hvað mikill undirbúningur sem fer í að því að varst að tala fólki sem að kannski labbaði inn og sá fyrir sér að geta sett eitthvað upp á bara núleitni, sko? Hvernig svona ferlið frá því að vera í rauninni aukt rými yfir í að vera með einhverja sýningu? Hvernig svona að þú getur sko, þú veist, til að byrja með að þá þurfum við svolítið að blæða fyrir því sem við erum að gera. Þú veist, ef ég tala okkur sem gallerista, sko, eða mig sem gallerista, þá þú veist, ég þarf að hafa svolítið áhuga á þér, skiljum mig, og helst þurfa fleiri en mamma og pappi og frændfólk að vita hvað þú ert. Þú veist, þú þarf að gera eitthvað, skiljum mig, en við unnum mest í grasrótinni. Þannig að það var alveg oft bara sem að það voru kannski bara viniðina líka sem þessi hverju varst og við tökum sénsinn og það gekk bara mjög vel, sko. Sko viðskiptamódelið í myndlist æðislegt, sko, eða svona, þú veist, í rauninni viðskiptahættir öll heldur, eða svoleið, sko, þú veist, að því að þú mátt í rauninni ekkert auglýsa myndlistina, en samt þarf þetta að fylla salinn, sko, og þú mátt í rauninni ekkert selja hana, samt frábært að selja allt, skiljum við, þú veist, það þarf að reka batteri og listamennir og galleristar þurfa að fá að borða, sko, og það svona mörg svona falin, það eru margar svona faldareglur sem eru algjörlega ólógískar, sko, og ég hefði mjög gaman að taka fyrir bara einhvern svona, þú veist, einhver svona létta stúdíu, ekkert endilega til þess að eitthvað úr en eitt bara forvitni engungu að með einhver svona viðskipta á markaðsfræði fólki, skiljum, sem hefði bara áhuga á, þú veist, á menningu og og bara, þú veist, ég held að þetta þrífist í svona mikið af svona hvað maður að segja, meiri svona, þú veist, í svona fínni varningi og þannig, þú veist, að selja svo hluti og slíkt að
og auðvitað þarftu samt að passa því, skiljum við, sama í hverju þú ert, ég meina, þú veist, það er bara, þú sem pólitíkus þarft að koma fram opinberlega á einhvern ákveðin hátt á samfélagsmiðlum og þess að þar, og ég sem listamaður eða tónlistarmaður eða eitthvað slíkt, skiljum við, og en svona, þú veist, þannig að þú veist, það þarf að prómóta þetta, það er alltaf gott, sko, mér þykir alltaf gott að koma þessi í blöðin og það er náttúrulega bara mismargir gluggar sem það hefur í það, skiljum við, og þráttur að við höfum verið mjög heppnir að fá mjög mikið af umfjöllun í einum ýmsu blöðum þetta praktingin sjálf tekur enga stund, skiljum við, það er bara að mála salinn og svo ertu bara að raða inn í hann að því að ég rauninni skipulega á verkum og hvernig að gera hlutina og eitthvað, það er eitthvað sem á sér stað, þú veist, ári, jafnvel 2 árum fyrir, skiljum, þú veist, að það listamaðurinn byrjar að vinna eitthvað, hann byrjar að mæta, hann byrjar að sýna, hann byrjar að sjá þetta fyrir sér, hann byrjar gróflega að fara að tekna þetta upp, hittir eru bara að raða upp einhverjum stöflum, einhverjum skúltúrum og það og naglar í vekk og setja upp einhverja myndir eða stilla einhverjum skjám fyrir einhver vídeo eða undirbúið einhvern gjörning eða eitthvað slíkt, sko. Þú veist, það er svona kannski praxisinn sjálfi að setja upp sýninguna er ekkert alltaf brjóðslega mikið, hún er kannski meiri, þú veist, með stærri samsýningar eða einhver svona stórar fallegar safnasýningar, þú veist, að það er svona, þá þarftu kannski að koma með eitthvað iðnað fólk inn og eitthvað svoleið, sko, við erum alveg stundum þurft þess líka, en meira svona í okkar er, þú veist, já, svona praxisinn er ekkert, þú veist, það er bara að stilla ljósin og henda upp, sko. En það er svona tengslin, náðu svo til almennings, fáin rétt af fólkið og svo viltu auðvitað þegar þú ert að vinna með ungum listamenn eða eiginlega alltaf, en svo sérstaklega kannski þú ert að vinna með ungum listamenn og þá skiptir alveg svona líka svolítið máli að reyna að koma verkunum með réttar hendur, sko. Þú veist, ég er ekki að segja það að ég muni neita þér að koma hérna og eignast eitthvað verk, en það er rosa gott ef þú ert að koma og þú átt eitthvað collection, sko. Þú veist, það er bara, þetta er ég hérna með ungan listamann sem er bara að vinna einhverju, skiljum mig, og ef ég kem honum í 1 eða 2 collection hérna á Íslandi, þú veist, hann er að byrja, þá strax er það gott hans vegna, skiljum mig, sem gerir það líka verkum að það þægilega fyrir mig að vinna með honum áfram og eitthvað slíkt, sko. Þannig, já. Þetta er mjög svona fjölþætt og líka maður hugsa bara aðstæður fyrir listamenn til þess að ná að sko skapa og aðstæður og umgjörðin og hvernig Reykjavíkurborg gæti stutt betur við, er eitthvað sem að borgin sjálf gæti, þú veist, gert betur til þess að passa að það sé með þetta rými til þess að sko í fyrsta lagi að skapa og síðan rými til að styðja þá þessu svona umgjörð svo að við getum í rauninni verið að þá, hvað segir maður, neita þessarar menningar. Já, sko, þú veist, ég vil ekki vera einhvern veginn vanþakklátur því verki sem að Reykjavíkurborg hefur verið nú þegar, þú veist, ég meina viðburðarstofa hefur gert vel fyrir okkur, skipulagsstofa hefur hjálpað okkur og þú veist, henni ýmsu deildir Reykjavíkurborgar hafa komið að þessu og þú veist, og oft verið mjög hjálpleg og þú veist, þannig og eitthvað, en það skortir á pening, sko, þú veist, það er alltaf eins og listamenn séu að sníkja fjármagn. Þú veist, eins og við séum að fara með flöskurnar út í sjoppu fyrir ykkur, eða þú veist þannig að meðan að sko svo margir aðrir þættir Reykjavíkurborgar eða þannig, það er að dæla peningum í hitt og þetta, það er kannski ekki sett fram í því sko formi að ég sé að sækja styrk fyrir einhverju eða eitthvað slíkt. Það er búið að reikna dæmið út, búið að reikna dæmið út sko fjárhagslega hvað það skilar mikið í kassan, skilur mig. Þú veist, mikið af þessu fólki sem byrjar skilur mig, ég held alveg 100% því að sé að fara með, þú veist, rétt mál en í þessu fyrsta húsnæði sem við erum í einstaklingur sem er með vinnustóð þar, einn af þeim, það er Ragnar Kjartansson, skilur mig. Hvað heldur að Ragnar Kjartansson búin að skila í þjóðarbúið, þú veist, sem listamaður? Einhver sagði mér að Björk Guðmundsdóttir hafi verið í sama húsi, skiljum mig. Þetta eru bara 2 risar í þessum geira, skiljum mig. En samt erum við alltaf að horfa á bara eitthvað að við séum eitthvað að lepja dauðan og skeið og þú veist, erum bara eitthvað á vinnustofunum að reykja hass og skiljum mig og fílum að fá frí money sem er atvinnuleysisbótum. Það er bara ekki þannig, skiljum mig. Þeir sem ná árangri í þessu eru bara eins og allir aðrir sem ná árangri í sjálfstæðum störfum. Þetta er bara geðsjúk vinna, sko. Þú veist, það er langar nætur, svefnlausar nætur. Þú veist, ég vil ekki hljóma dramatísku, þetta er fáránlega skemmtilegt, skiljum mig, og maður sækist í, þú veist, maður sækist í challenge, maður sækist í verkefnin, sko. En það er svona tvennt sem ég horfi í sem að, þú veist, sem að borgin má gera þess alveg harkalega í bróki, að það er að fara að veita fjármagn í spennandi verkefni, veðja svolítið á yngri kynslóð listamanna, af því það er líka bara þau sem hafa meiri tíma en við hin, skiljum mig. Þau eru kannski ekki orðinni að bundin, sko, fjölskyldulega séð, skiljum mig.
þau hafa ekki margum öðrum skildum að sinna og eitthvað, þú veist, veðja á þess að krakka, skiljum mig, láta þau hafa, þú veist, ég er ekkert eitthvað að tala bara eitthvað millifara marga milljónir, eitthvað krakka sem að gera eitthvað, þú veist, eða fattar mig, ég bara veiti þessu stuðning, skiljum, fylgi þessu eftir. Ok, ég skil það, kannski Laugavegurinn bara mjög valuable gata, skiljum, kannski bara eitthvað geggja þar. Það fullt af götum hann í kring, búum eitthvað til, hvað situr Reykjavíkurborg á mörgum fermetrum, hvað í gangi, þú veist, bara á hverju eru ekki að gera eitthvað við þetta? Hvað geta listamenn gert? Þeir eru snillingar að búa til hluti úr litlu fjármagni, skiljum mig. En það vantar stuðning, þú veist, það vantar að halda þessu við. Og það svo ógeðslega þreytandi þessi hugmynd það, þú veist, það er veitt einhverjar krónur í listamannalaun og það alltaf bara eitthvað svona, þú veist, eins og að þú veist, að þetta sé einhver sko ölmursa fólks að vera að fá peninga til þess að gera, þú veist, það eru veitt alls konar hagræðingar hér og það styrkir til fyrirtækja, ég veit ekki hvað, þú veist, ég meina, þú veist, bara, þetta út allt, skiljum mig. Svona virkar það að búa í samfélagi eins og við búum í, það sem bara mikið ríkidæmi kringum okkur, hvort sem það í orku, sjávarútvegi, ferðamennsku, allt þetta, skiljum mig. Við þú veist, við notum þessi sameiginlegu sjóði til þess að búa til eitthvað sem gerir að þessi virði að búa í þetta, sko. Og fyrir mig, þú veist, ég meina, þú veist, það skemmtilega sem að við sonum við gerum þegar við förum í bæ, þú veist, 3 ára brjálæðingur við förum að fá okkur kaffihús og svo förum við Hjarta Reykjavíkur af því að þar eru kettir og púsl og dót fyrir hann og hann elskar það. Annars elskar hann bara hlaupin í ferðamannaslanir af því að hann veit að pabbi hatar alltaf saman veginn, sko. Ég veit ekki hvernig hann komst að þessu en ég bara, fyrst var hann alltaf í sömubúðina, svo var hann neður og hann bara í aðra ferðamannaslanir, ég bara, hvað, þú veist, þetta eitthvað trikk? Þannig að þú veist, mér finnst svona það vera kannski mest í lösturinn, þú veist, það komin einhver plön Granda, þú veist, við einhverjum mánu síðan geggjað, hljóma vel, ógeðslega spennandi við sjóin, þú veist, það sjáur út í kring þarna, þú veist, það skítalegt, skiljum það samt einhver rómas yfir þessu, þetta fallegt svæði einhverju leyti hvað gerist, skiljum mig, þú veist, þetta gentrifies strax, skiljum, það bara, þú veist, það fæstir listamenn sem hafa tök á að vera þarna og jú, ég meina, þú veist, Marshallfoss þarna, það geðveikt og Sýmir þarna með einhverju vinnustofur og eitthvað. En þetta verður samt bara mjög fljótt bara að einhverjum, þú veist, Volcano Museum, Hvalasafnið, Eldfjallasafnið að koma sér og Hvalasafnið og þú veist, já, þú veist, þannig að það vantar, þú veist, það vantar einhvern veginn að búa til eitthvað svona, þú veist, mér finnst það svona sem skortir mest upp á, þú veist, það vantar það, þú veist, að því að það aftur koma því sem hann segir við, sem að ég veitir ástæðan fyrir að hann hringir í mig á sín tíma, þessi herramaður sem með þessi tölvuverslun, að því að þegar við vorum yngri, það var bara fullt að gerast í miðbænum. Það voru bara, þú veist, það var kostur á því fyrir listamenn að vera hér og þar og út allt. Þannig að, og svo líka bara þú veist, það nú ég svo lánsamur sjálfur að hafa selt rosalega mikið af mínum eigin verkum og mikið af þessu fólki sem hafa að kaupa mín verk þú veist, fólk sem starfar í pólitík, hvort sem það eru ráðherrar, borgarfulltrúar, þingmenn eða hvað. Og þú veist, það svona eitt sem maður hefur séð, þú veist, bara ferlið, skiljum mig, þú veist, bara ferlið að því bara eitthvað, ég og þú sittum hérna og við erum saman í einhverju stjórn, einhverju pólitík, skiljum mig og tekur bara 6 vikur bara að fara í gegnum einhverja fanta af deildum, skiljum mig, bara eitthvað, þú veist, það þarf að samþykkja þetta hérna, svo þarf að gera hérna, svo þarf að gera hérna og eitthvað og hérna. Já, þú veist, þannig kannski, já, það var kannski auðveldara fyrir alla, þú veist, ef ferlið að því að taka einhver ákvörðun að gera eitthvað, þú veist, í svona samstarfi, skiljum, ég hef engan á að skipta mér hvernig fólk hérna reykja borg, sko, en þú veist, ég svona, að það var eins auðveldara, sko, þú veist, bara leyfi fyrir, þú veist, fyrir hérna áfengisölu og fleira, þú veist, eitthvað bara, þú veist, það bara eins og sért að fara, opna bílskúrinn og fara að selja ólögleg efni, sko, þegar þú ferð eitthvað slíkt. Og já, það gott að fá svona rann, ég fíla það. Ég er líka bara að læra hellinga því þetta einhver svona hlið sem að ég bara ekki einhvern veginn sett mig svona kannski nægilega vel inn í og ég kannski hef ekki skoðað í rauninni hvað bak við þetta. Maður fer á einhverja sýningar, svo maður ekkert að hugsa meir og svo kannski ég að velta fyrir mér hvort þetta tengist umræðinu sko eins og tónleikastaði í miðbænum, það verður að tala að sé ekki nú mikið af tónlistarstöðum og þá fer maður að hugsa þetta í stærra samhengi bara þú veist hvernig miðborgin okkar, miðborg Reykvíkinga og líka bara höfuborg Íslands, hvernig hún að standa sig gagnvart þeim sem að vilja fá þetta rými til þess að skapa og við séum með einmitt þessa fjölbreytta staði til þess að geta í rauninni bara, gert
allt þetta. Já, algjörlega, ég meina, þú veist, og tónleikastæðir alveg svona annað, þú veist, ég meina, það allt bara hreinlega, sko, það bara, og þar aftur líka bara, þú veist, og þú veist, og eitthvað af þessi borgin, eitthvað af þessi ríkið og eitthvað slíkt, sko, en þú veist, ég hef svona tekið eftir, ég að vinna mikið með veitingamönnum síðustu árin, bæði bara ég elska mat, ég elska mjög gaman að vera að leika mér eldra svona skrýtni mat heima hjá mér, en mér mjög gaman að fara á veitingahús og og ég er mjög heppinn að, þú veist, veitingahús hafa viljað vera að kaupa verki mínu í Reykjavík og ég kynnst þessu fólki og vera að vinna með þeim og alls konar og eitthvað. Og þetta bara sama styrlun, skiljum við, að vera listamaður og reykja listamannaríki, sko, í rauninni apparat, hvort sem það er gallerí eða hvað það er, og vera veitingamaður eða semst kokkur eða vínþjónn eða eitthvað og fara að opna veitingahús. Þú þarft bara að vera eiginlega frekar farinn, þú þarft að vera með ævintýraþrá og einhver svona brjálað ástríðu fyrir skemmtilegum og krefandi hlutum. Og það það sama, sko, þú veist, það þú veist, það bara, þetta svo flókið game. Kostnaður við fucking húsnæði sturla, skilur mig, gjöldin og álögin við, þú veist, allt sem þú þarft að gera, sölu á þessu öllu saman, skilur mig, þetta bilun, sko, þetta bara, og þú veist, bara, ekki það allir sem ég vinn með með það, auðvitað vilja borga einhverju sameiginlega sjóði og láta heildarbatterið virka, sko. En ég meina, hversu gaman hefði þú að því ef að, þú veist, þú myndir bara fara og, þú veist, væri fluttað á land eftir einhver ár sem myndir koma að heimsækja Reykjavík og það væri ekki, þú veist, bíópartís og hverfiskutt, þú getur ekki farið út að borða eitthvað, þú getur ekki farið hinn á þessi galleri að fara einhverja tónleika eða eitthvað, þú veist, heldur þú þyrftir bara, þú veist, skemmtilega sem þú getur gert er að fara og fá þér, þú veist, einhvern skyndibita og fara svo á Volcano Museum, en þú veist, ekki það bara, ég held að það sé geggjað, skiljum, það er rosa mér skilst það sem mjög flott, ég hef ekki farað eitthvað sjálfur, en ég er að segja, þú veist, ef þetta er þróun og þetta verður það eina sem verður eftir, bara því að ferðamaðurinn gefur eitthvað svo mikið pening, þá erum við í hættustöð, sko. Þurfum heldur betra að staldra við og hugsa virði listarinnar og hvernig væri nær samfélagið okkar ef við hefðum ekki alla þessa listi kringum okkur sem einhver hefur skapað og búið til og sett tíma í að búið til og hvernig væri heimurinn eða væri bara allt grátt í kringum okkur og við endum einhvern veginn bara með einhverja einsleita búðir sem er ekki að sýna okkur fjölbreytnina. Þeir heldur betur eitthvað til að hugsa rækilega og bara ég er mjög þakklátt að þú hafir komið hingað og hafir verið til í að deila þessu með okkur og þetta heldur betur bara myndi ég segja samtal sem að er ennþá í gangi og við bara höldum áfram að vera vakandi fyrir því sem að gera betur í borginni. 100%, geggjað. Þá bara þakka þér kærlega fyrir komuna og takk fyrir að horfa í dag og við kveðjum héðan fólkið í borginni. Takk fyrir að fylgjast með.